Þú ert að fara að hlusta á Temjum tæknina. Þetta tölvugerð rödd sem segir þér í stuttu máli frá þættinum sem að hefjast. Þetta hlaðvarp á vegum Háskólans á Akureyri. Þær skoðanir og sjónarmið sem birtast í þættinum á ábyrgð þáttastjórnandans, Magnúsar Smára Smárasonar, á vegum kennslumiðstöðvar Háskólans á Akureyri. Í þessum þætti sest Magnús niður með Eyjólfi Guðmundsinni, fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri, hagfræðingi sem starfaði hjá leikjafyrirtækinu CCP og í dag deildarforseta við Landbúnaðar Háskóla Íslands. Samtalið hverfist eina myndlíkingu, gervigreindina sem magnara. Tómur magnari gefur ekkert hljóð. Setur þú suð inn í hann og hækkar, farðu bara hærra suð. En setur þú inn rétta tóna, margfaldast eitt tilbaka. Vélin magnar, en hún magnar aðeins það sem við setjum í hana. Út frá því ræða þeir hvernig menntun þarf að breytast þegar vélin getur framkvæmt nánast hvað sem er. Hvers vegna gagnrýnin hugsun og dómgreind verða dýrmætari en nokkru sinni fyrr. Og hvað það þýðir fyrir börnin sem fæðast inn í þessa tækni. Þeir staldra við velviljaða búrið. Hvernig þægindin sjálf geta orðið að gildru og við fullveldi okkar yfir eigin gögnum. Og undir lokin spyrja þeir stóru spurningarinnar. Sjóðum við hægt eins og froskar í potti eða náum við stjórn á þróuninni í tæka tíð. Niðurstaðan sem situr eftir einföld en þung. Þetta snýst ekki tæknina, heldur stjórnarhætti. Það hvað við veljum að setja í magnara. Gefum nú Magnúsi og Eyjólfi orðið. Við erum hérna inni í hlaðvarpsveri Háskólans á Akureyri að taka upp Temjum tæknina og hjá mér í dag fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri, Eyjólfur Guðmundsson. Hann gaman, kannski eitt sem ágætt fyrir hlustendur og kannski líka gesti þáttarins að ég löngu hættur að leggjast í það að láta kerfin mín rannsaka fólkið. Þannig að ég raunir bara þekki þig frá því sem að þína persónu gegnum það að þú varst rektor og svo höfðu svona aðeins histi gegnum þetta gervigreindagrúsk mitt og þú ert nú svona það sem ég séð í einhverjum svona skýslum og árskýslum og eitthvað, það var nú svona verið meðvitaður þess að tækni lengi og svo hittist við líka á námskeiðinu Temjum tæknina held ég bara einum af fyrstu námskeiðunum held ég. Já, það var þannig. Þannig að Eyjólfur, vertu velkominn og ég bara þú mátt kynna þig eins og þú vilt og bara loksins náðu að hittast. Já, loksins náðu við að klára þetta samtal. Takk fyrir það. Til að bæta við þá sögu sem að þú varst með þarna áðan. Ég starfa í dag sem deildarforseti við Landbúnaðar Háskóla Íslands. 10 ár rektor, þar sem að tæknin var nú alltaf með okkur í allum daglegum rekstrið sem skóli sem að treysti mjög á stafræna miðlun náms og eldist mjög í því umhverfi. En á undan því starfaði ég síðan hjá CCP, leikjafyrirtækinu. Þar fékk ég góða innsýn inn í þessa tengingu fólks, stafrænu tengingu fólks, skulum við segja. Og margt af því sem maður sá gerast í leikjaheiminum að gerast í dag, sérstaklega með tilkomi gervigreindarinnar. Það að segja hvernig fólk tengist saman, hvaða fólk tengist saman, hvað fólk getur byggt þegar það tengist saman og svo framvegis. Og þar á undan var ég síðan akademískur starfsmaður Háskólans á Akureyri frá árinu 2000 til 2007. Merkilega við allt saman síðan þegar ég var í mínu doktorsnámi í Bandaríkjunum 94 til 2000 að þá var maður svona, interneti kemur náttúrulega 94, gríðarlegur munur á því að vera í doktorsnámi fyrir og eftir internet, bara samskipti við fólk. Þannig að ég upplifði tæknibyltinguna þá mjög sterkt. Síðan kemur þetta .com búblan 2000 og þar gengum við sem heimur í gegnum aðra bylgjum. Þannig að á þessu árabili, þó ég hafi menntað mig til starfa fyrir akademíuna, þá hefur tæknin verið gríðarlegur áhrifavaldur á það hvernig maður bara lifir lífinu og hvernig maður sinnir starfinu. Ég gerði mikið grín að því að ég hefði gjarnan viljað fá tilbaka klukkutímana sem ég stóð fyrir framan ljósritanavél í mínu doktorsnámi. Já,
Já, ég get ímyndað með það og sko, ég er aðeins búin að vera að breyta þemanu í þessum þáttum og tók upp þátt í gær með vinni mínum Pietro sem er í doktorsnemi í Róm og ég kynntist honum í gegnum Oxford-tengingunum mína og við fórum saman 2024. Afsakaðu, ég ætla að opna dósina mína. Það kemur pínu hávaði, svona, og hittumst þar í raunum sem hópurinn sem var á fyrsta námskeiðinu, þessu low-code data science námskeiði sem ég fór á í Oxford og þetta var svo skemmtilegur hópur. Þetta var svona pínu eins og hóparnir sem voru á fyrstu temjum tækninámskeiðinu. Þetta var bara fólk sem var bara eitthvað, mér langar að hitta annað fólk sem að hugsa eitthvað svipað ég. Og svo sagði ég við Pietro í gær, ég fann að horfa á þetta hlaðvarp sem á svona við erum að reyna að skila mennskunni í vélina. Þannig að það sem við ræðum hér er að við erum að ræða einhvern veginn svona búa til gögn fyrir vélina til þess að læra á okkur. Og mér fannst rosalega áhugaverð hugsunin sem þú komst inn á þegar mér fannst mjög áhugaverð þessi CCP-tenging þín og kannski tvennt sem ég langar að spyrja það. Mér langar bara svolítið að þú farir aftur í þessa pælingu sem þú varst með í töluleikjunum vegna þess að ég á svipaða myndlíkingu, mér langar rosalega að heyra þína og síðan í raunum bara hvernig þér fannst að færast úr tækniheiminum í akademíuna. Var það ekki svona bara smásög, þannig að þú mátt bara take it away, Já, það voru náttúrulega margir hissa á því að yfir höfuð ég skildi velja að fara og taka starfi hagfræðings í sýndarveruleika, tölvuleikja heimurinn alltaf verið dálítið sér og fólk hafði engan skilning á því í raun og veru hvað var í gangi á þessum árum og EVE Online náttúrulega bara rétt að slíta barskónum. Þegar ég kem þarna inn þá hann búinn að ná þessum fasta grunni og loksins farin að ná góðri dreifingu í gegnum beina netsölu í staðinn fyrir að fara í gegnum publisheri eða útgefanda. Og grunnhugsunin sem var að allir spilarar séu í sama heimi skapi nægilega stórt samfélag þannig að leikurinn fari eða heimurinn, þetta náttúrulega var heimur frekar en leikur, þannig að heimurinn búi til aðstæður þannig að þeir sem eru hluta þessum heimi geti skapað sína eigin leiki, sína eigin tilveru og sína eigin upplifanir. Þannig að þeir sem taka þátt í leiknum raunverulega búa hann til með þeim tólum og tækjum sem leikurinn býður upp á. Að mörgu leyti óbærslega sterk tenging við innan gerðslega bara gervigreind, því að þarna alltaf þá engin gervigreind í gangi, heldur bara greind spilarana sem hafa síðan, og fólk getur googlað það eða tjattað það, að það hafa orðið gríðarlega áhrifaríkar og stórar og miklar sögur sem hafa orðið til í samskiptum þáttakenda í heimi EVE Online eða þess leiksins sem að CCP kom á fót. Og það svona að taka þátt í þessum heimi, það opnaði fyrir mér þessa sýna að við erum öll og getum öll verið tengd með einum öðrum hætti í okkar stafrænu heimum og í okkar eins og við köllum það nú og köllum enn þá í hálfkæringi kjötheimum, hvernig gerum við greinamun á að því að fólk svo gert að tala sýndarveruleika. Þetta eina sem sýnd tæknið þess að digital sýnin, en það raunverulegt fólk á bakvið, þannig að þetta ekki gervi heimur. Þetta raunverulegur heimur í þeim skilningi. Náttúrulega með þann heim sem við öllum erum fysiskt í og það hefur við gætan viljað kalla bara kjötheima. Hvað köllum við þá þann heim þegar við erum að eiga spjall við stafræna vitvél sem að þó veit ekkert og bara tölfræði. En við fáum samt þessa sömu tilfinningu eins og við séum í samtali við einhvern. Þannig að þarna finnst mér gríðarlega skemmtilegt hvernig þetta tvennt að flækjast og tengjast saman. Það sem að EVE Online gerir og gerir enn dag í dag og gerir vel hefur ekki verið kópírað á sama skala og einstakt í tölvuleikja heiminum enn þann dag í dag. En það má kannski segja að það sé ekkert ólíkt akademíunni í heild sinni. Þú ert með gríðarlega öflugt fólk sem sérfræðingar á sínu sviði alveg frá því að vera mjög high-level forritarar yfir í fólk sem með mjög sterkar
ég hvað ég var kallað, sterka tilfinningu fyrir og sterka og góða og mikla þekkingu á samskiptum fólks, samfélagi manna, bara félagsfræðilega þekkingu. Það sem að það áttar sig á því hvernig best að hanna tengingar á milli fólks inn í leikja hönnunni sjálfri. Og þetta bara eins og akademía. Fólk með mjög mismandi skoðanir, mismandi þekkingu, mismandi bakgrunn sem að vinna að því að búa til eitthvað nýtt. Þannig að minnsta sjokkið var breytingin á starfsumhverfinu. Mér kannaðist mjög vel í ýmsa karaktera og alls konar mál sem kom upp í svoleiðis umhverfi. Skapandi umhverfi getur líka verið krefjandi að starfa í. En það sem kom mér mest á óvart á endanum var í raun og veru þessar öflugu og miklu og sterku tengingar og hvað stafrænu heimennir ná til okkar. Og það hefur síðan bara aukist síðan og þú bylting sem að við stöndum frammi fyrir núna. Ég myndist á þann að ég var í Bandaríkjunum þegar internetið kemur og horfði mitt á Eurovision í fyrsta skipti gegnum internetið af því að við höfðum ekki önnur tækifæri til þess að sjá það var þegar Selma var að keppa og svo það bil þegar síðasta stigagjöfin var að koma þá fraus netið. Þannig að við þurftum að bíða í nokkra mínútur áður en við fengum að sjá að hún náði ekki í fyrsta sætinu en ég man mjög vel eftir þessu mómenti. Og þetta sem þetta gerir á þessum árum, við flytjum út 94 og internetið verður svona að almenningseign upp á 94 og fljótlega þar á eftir. Síðan hafa aðra tæknibyltingar orðið og alltaf hefur manni fundist að vera stórar. Ég fullyrði að svo bylting sem við erum að ganga í gegnum núna með þessu samtali við tölvur í gegnum stór mállíkön sem við köllum gervigreind. Hún á skala sem að ég kann ekki nefna tölum mörgum sem stærri heldur en þær byltingar sem við höfum upplifað síðustu 30 ára. Og fyrir okkur í háskólunum, hvernig við menntum ungt fólk til þess að nýta þetta tækifæri með réttum hætti, hvernig við hugsum menntun, hvernig við breytum menntun, á hvaða hraða við þurfum að breyta menntunu til þess að einfallega ná í skottið á þessu. Það ég get alveg sagt bókstaflega að halda fyrir mig vöku á kvöldin. Já, það er svolítið margt sem við þurfum að pakka utan af hérna, vegna þess að ég er farin að sofa ansi vel á nóttunni. Kannski í fyrsta lagi að mér finnst þessi tenging sem að þú hefur við tölvuleikinn og ég held þú áttir alveg á því að hún er alveg óbúslega dýrmætt fyrir þig í þessu vegna þess að í kringum 2000 þá var ég, kannski alveg framundir 2010 eða eitthvað svoleiðis að þá var ég keppnismaður í tölvuleikjum og fór með til Reykjavíkur og keppti á Skjálta sem var algjörlega klikkað og ég var afreksmaður í leiknum Day of Defeat og meira sér vann unnum pening á einhverju Evrópumóti og ég var í klani sem hitt Necrophiliac og kölluðum okkur Necro. Og svo spilaði ég World of Warcraft sem var svona massive multiplayer online role-playing game sem er svona, hann er sumu ætt kvísl og Eve en ég, vegna þess að Eve fyrir mér var bara eitthvað svona, þetta er bara fólk að leika sér í Excel, það er bara búið að setja ógeðslega flott skinn á Excelið. Það eru margir sem upplöfu leikið þannig, en hafa gaman að. Já, en ég meina svo átta ég mig á því að þú veist, þegar framlega stundir að bæði það að það er það skemmtilegast að ég þarf að opna fyrir opnaði svona hann er að koma með hleðslutæki fyrir takk já að ég held ég hefði bara ekki verið búin að ná nógu góður stjórn á ADHD-inu mínu þannig að þegar ég var að koma út vegna þess að ég held að ég myndi geta sögt mér í hann í dag vegna þess að ég spilaði mjög lengi leik sem heitir Factorio og það er sama grunnstef. Akkurat og ég þurfti ofta hendunum í reiði út úr tölvunni af því að hann var búin að taka klukkan var bara allt í 3 nótt þannig að ég er að upplifa þetta með svipuðum hætti í kerfunum sem ég er að smíða vegna þess að mér er svo gaman að búa eitthvað til og svo bara gera einhverja versmiði úr því og svo vinnur hún og svo hvað ég segja
svo þróast þetta maður tengir þessa verksmiðju við næstu og svo segir maður heyrðu, rannsækið nú hvort þið geti gert þetta betur og allt í einu bara ef maður farin sko að horfa á eitthvað sem að, þú veist þetta er bara nýtt, það er bara að fæðast ný fagstjett sem sem eru fólk sem að vinna einhvers staðar í 2 heimum á sama tíma líkuðu sko. Já, ekki bara 2, heldur mörgum sko. Já. Það nú annars sem ég hef sagt að sko svo kynslóð sem fæðist eftir 2000 og elst upp við alla þessar tæknibreytingar sem við erum að tala núna hafa verið byltingar og fyrir þeim bara eðlilegt þangað til að gervigreindin kemur núna að þú nálgast þín störf í framtíðinu með allt öðrum hætti heldur en við hinn sem eru þjálfuð með öðrum tólum. Og þó að menn eins og við sem að tókum þátt í tölvuleikja uppbyggingunni, bæði sem notendur og framleiðendur, að við getum, það bara, við munum aldrei eftir svo að læra tungumál. Ef þú lærir tungumáli sem barn, þá talar ekki með þeim. En þú getur lært tungumáli síðar, þú bara talar ekki fullkomlega. Ef þú fæðist inn í þessa tækni og hún er með þér alveg frá því að þú manst eftir þér, þá bregstu og notar hann allt öðruvísi heldur en ef þú þjálfærir því að nota hana eftir þú stórið fullorðin. Þess vegna verður óbóðslega áhugavert fólki sem er að fæðast í dag, bara þessi árin, eftir 10-15 ár. Þegar þau eru að byrja, þegar við erum að sjá 10 ára krakka í dag, þjálfa sig í að byrja að forrita eins og við bara síðu fréttum, að nota gervigreindina til að forrita til að búa eitthvað til. Eftir 10-15 ár þegar unga fólki sem þá er að komast á það stig að geta átt í samskiptum við tæknina út frá svona byggingum, að búa eitthvað til út frá sköpun, skulum við segja, að þau geta gert þetta á skala sem okkar heili getur ekkert brugðist við. Og þá kemur aftur þetta með menntunina. Hvernig á menntun að breytast, hvernig þarf hún að breytast til þess að nemandinn geti nýtt þetta og með réttum hætti. Í greininni sem þú skrifaður og talaður gervigreindina sem magnaran, ég var svona smá hugsi yfir til að byrja með. Svo fór ég aðeins að pæla betur og mér fannst samlíkingin mjög góð af því að það er svo auðvelt að lýsa því. Ef það er ekkert hljóð, ekkert input úr mikrofónum inn í magnaran og þú setur hann í botn, það gerist ekkert. Það er ennþá hljóð. Ef það er statískt hljóð, white noise eða bara suð eins og við köllum það, og þú setur magnaran í samband og þú hækkar, þá færðu bara hærra suð, bara meiri vitleysu. Ef þú ert með rétt input af tónum inn í magnaran og hækkar, þá færðu það margfalt tilbaka. Já. Og svo tengir mörg input inn í þetta og þú getur búið til eitthvað sem þú hefði aldrei getað búið til öðru í svo verðum tónleika verið 100.000 manns og 200.000 manns og hvað voru nú hérna Rolling Stones með á hvað var heimsmetið, eiga þeir ekki heimsmetið á ströndinni í Brasilíu með einhverja milljón eða eitthvað? Jú, mér finnst alltaf meira töff að segja frá þegar Jean-Michel Jarre átti heimsmetið í París að það ná stefið í speglinum sko. Já. Jú, ég held að það sé Rolling þetta er alltaf Brasilíu, en sko og þá er kannski punkturinn þessi sko að þetta tól getur búið til eitthvað sem að ekkert okkar í dag hefur verið grundvöll til þess að nota. Næsta kynslóð mun hafa hana grundvöll. En eingöngu ef við menntuðum við rétt, eingöngu ef þau kunna setja inn í réttar upplýsingar í þetta ferli og skilja það sem er að koma út. Já, og ég sko, það er kannski svona ýmislegt sem ég langar að heyra, það er ýmislegt sem ég langar rosalega mikið að bara fá að leggja undir því og ég er búin að hlakka til, sko. Vegna þess að, það er ekki margir sem að maður getur rætt við, sem að eru, sko, með nægan skilning á því hvað er raunverulega að gerast, þess að geta átt upplýst samtala um það. Og þetta er alveg ótrúlegt sko, ég sagði það í gær hérna við Pietro bara, mér langar svo við fyrir bara að tala meira um stór mállíkun við erum að nota stór mállíkun af því við, gervigreindar mystíkin er svo stór og hérna sko, og ég er búin að vera að vinna með þessa grein mjög lengi vegna þess að ég er að reyna að sko að baki þessum greinum er alltaf meistarreitgerð mín og bara allt sem ég hef unnið og þetta bara þú veist, svo bara vef ég þetta saman einhvern veginn í samtali við sjálfum mig og ástrósu og einhvern veginn og finn út úr þessu, þaðan eru sköpunar sko
steinarnir að koma inn í verkin alltaf, maður alltaf að hekla eitthvað við og svo sagði ég, og ég sagði það mér sem Ástur, þú manst sko, ef einhver spyrði þá sagði þér þetta hérna, því ég tók bara svona rant heima eins og ég geri og svo enda bara, þetta snýst bara að búa til magnaðar manneskjur. Ég bara eitthvað, já, ok. Og ég er farin að, og ég veit ekki hvort ég sagði það þegar hérna, þú varst að náskjöfum tefn tæknis að það er allir í dag eiga heimasíðu. Vegna þess að, og ég þreytist ekki að segja sko, að þess að geta átt einhvers konar sko, vott að frelsi, og þá er ég að tala sko, raunverulegt frelsi bara í heimspekilegum skilningi, sko, að þá verður þú að hafa stjórn á þínum gögnum og hvernig þinn stafræðinni skuggi birtist í þessum heimi. Vegna þess að ef þú gerir það ekki, þá ertu sko þá er bara tilvist þín algjörlega undir hælnum á stórfyrirtækjum. Já. Og það klikkaði við þessa tækni er það að hún einfaldar manni þennan gjörning bara hún breytir því bara að þetta var bara ekki séns fyrir einhvern eins og mig eða eitthvað svoleiðis, bara að taka algjörlega stjórnina á mínu stafræna fótspori. Og ég veit það sko, ég er búin að vera bara hérna með, það er búin að kveikt í hárunum á mér á 2 ár bara á byrjumbrettinu, en þetta er ekkit alveg svona, það þarf ekki mikið panik sko, að því að við erum að reyna að finna þetta upp og svo leifum við öðrum að gera þetta betra. Og síðan er það þetta sko með tímahylkið sko, að það er svo margir sem að horfa á sko gervigreind sem kassa, svartu kassi, glerkassi eða eitthvað, en ég og Pétró tókum svolítið utan að þessu í gær að, ég var að reyna sko skýra og við vorum að spila þetta er fata sko, og það er hver kynslóð að bæta í fötuna og til þess að bæta í fötuna það var að gera eitthvað nýtt sem var ekki í fötunni áður, og þá er mjög, þá er þetta að vinna með fötunni til að fá þverfaglegar sín á hlutina og fá verkfræðikunnáttu og fá vísindakunnáttu og aðferðafræði og allt saman, en þú verður að hekla eitthvað saman sem var ekki fyrir í þjálfunargögnunum. Já. Og það kemur kannski aftur þá að menntuninni sem að mér finnst vera allt og lítið í dag að taka þetta skipulega. Það er rosalega mikið að gerast innan háskólana hjá einstaklingum. Einstaka deildir eru að skoða þetta ítarlega, aðrar eru kannski íhaldsamari í sinni nálgun, en háskólakerfið í heild sinni hefur ekki, að ég best veit, stofnað einhvern öflugan starfshóp sem að rýnir menntun frá A til Z, og þá er ég að tala frá leikskóla og í gegnum háskóla, vegna þess að það mun skipta rosalega miklu máli hvernig nemendur eru undirbúnir fyrir háskólanám þegar þau eru búin að fara í gegnum menntun, þar sem að í raun og veru hver og einn einasti nemandi getur átt samtal við einkakennara. Og það sem að kennarar hafa að mörguleiti í framhaldsskólum og háskólum verið að gera, ekki ölluleiti en að mörguleiti, er að koma tiltekinni þekkingu til nemenda þannig að þau getur nýtt sér það við úrlausnum verkefna til frambúðar. Við erum að sjálfsögðu með ákveðna menntun í siðfræði og ákveðna menntun í vinnubrögðum og þessu slíku, en svo er þetta bara, ég þarf að kunna starffræði, ég þarf að kunna eðlisfræði, ég þarf að kunna efnafræði og svo framvegis. Og meðal annars bara til þess að geta leyst verkefni sem að krefja slíkra þekkingar. Núna get ég fengið aðstoð við það á mjög hálefli, örfáum árum eftir þessi stóru mállíkon koma fram. Og við vitum bara að þeim munu bara þróast. En það opnar á alveg gríðarleg tækifæri til sköpunar. Þetta er eiginlega eins og að taka tölvuleikinn, eins og tökum það aftur og segja, einu sinni snerist tölvuleikjagerð að búa til óbærslega skemmtilega tölvuleiki eins og Mario hefur lifað í áratugi og einhvern veginn höfðar hann til fólks. En hann er nú samt á endanum einfaldur og býður ekki upp á mikla sköpun en býður upp á mikla repetition og þú getur öðlast færni við að spila og náð langt en þú getur kannski ekki breytt miklu. Svo kemur Minecraft. Og hvað er Minecraft? Það er ekkit annað heldur en það að þú fyrst bara tól til að búa til hvaða leik sem er.
Já, og raun og veru út frá þessum pælingur erum við, ég og Dr. Kristján Guttesen að þróa þessa, fengum styrk frá Rannís til að gera námskeið sem heitir tæknisigla sem námsefni fyrir framhaldsskóla. Og þá er þetta akkurat svona nálgunin og fyrsta skrefið í raun og veru að byggja eitthvað til þess að magna síðan síðar sko. Og í byggingafasanum þá getur alveg nýtt stór málíkun líka, en þú verður áttað á því sko að líka þú veist það sem við erum að þjálfa og það sem þá svo hæfni og færni sem við erum að byggja upp að hún verður að hafa einhverja sko físíska tengingu vegna þess að sko í þessum ferlum öllum saman og bara í þessu skipulagi samfélagsins og rekstri stofnana og eitthvað þá hefur orðið til einhvers konar svona verklag sem að sko staðgengill einhvers og margir hafa unnið við það að búa til þessa staðgengla og þeirri og svo vinna bara búin. Hún mun mjög hratt feita út og það besta samlíkingin eru bara reiknararnir, the computers, þar að segja fólkið sem reiknaði og var alveg heil stétt af fólki sem gerði ekkert annað en að reikna sem að skiptist út á innan við 10 árum þegar tölvan kemur inn og mörg svoleiðis störf til sem við erum búin að gleyma. En það sem mér finnst svo skemmtilegt við Minecraft líkinguna að í raun og veru það besta, ef við viljum útskýra fyrir fólki hvað stóru mállíkun raunverulega gera fyrir því, þá eru þau bara tól eins og Minecraft. Það byggir og gerir nákvæmlega ekkert og segir þér ekki hvað þú átt að byggja. En það gefur þér öll tólin og tækin til að byggja það sem í kollinum á þér. Og stóru mállíkunin munu aldrei geta sagt þér hvað þú átt að byggja. En þess að það getur ekki komist inn og dreigi það út úr þér þá nema í gegnum samtal og þá það að koma frá þér. En þegar þú veist hvað allar byggja, þá þarfst ekki lengur 100 manna teymi til að byggja drauminn. Sko. Nei, það þetta sko og það sem ég hef upplifað núna undanfarið bara áður með langar að bakka eitt aftur að efniviðurinn frá okkur, promptin, vegna þess að fyrst þegar ég var að kynna fólk fyrir svo eitthvað svona á mikil vísindi við það að prompta þessi blessuðu mállíkun og ég og ég er alltaf bara með matseðla promptum við hliðina á hjá mér og ég nota alltaf eitthvað sem ég set inn með texta sem ég að gera. Einfallega bara vegna þess að ég vil og upplifunum mín undanfarið það er svona heitir kerfið mitt, heitir Sumarhús úr Laxness. Vegna þess að þetta sko staður fyrir sjálfstæða gervigreind. Ég vil að erindreikirna mínir hafi eins mikið frelsi og að þeir geti eyðilagt eitthvað. Vegna þess að þeir eyðilegja eitthvað, þá er það mér að kenna og þá þurfum við að byggja eitthvað og bæta. Og það er líka með Eve að það komið bara í fréttunum að bara, það voru ykkur bardagar og menn bara töpuðu sko 1000 klukkutíma af vinnu. Það voru real stakes, real skin in the game sko. Það hefur alltaf verið kjarnin og það kjarnin hagvélarinnar sem bara eins og öllum öðrum hagkerfum, það neyslan. Og neyslan að sprengja upp eitthvað sem einhver annar hefur byggt. Þannig að í raunveruleikanum þá væru hagkerfin okkar ansi veikburða ef ekki væri fyrir þessa miklu neyslu, okkar eigin neyslu. Það síðan risastór spurning hvort það svo neysla sé á mikil og hvort hún sé misdreið og svo framvegis. En á endanum það alltaf neyslan sem keyrir svona kerfi áfram og hefur alveg verið frá alda eðli. Stafræna neyslan kemur síðan inn í þetta sem algjörlega nýtt fyrirbæri vegna þess að kostnaður og sérstaklega umhverfiskostnaður við stafræna neyslu miklu lægri heldur en við raunneyslu. Þannig að hvað gerist þegar fólk farið að eyða stórum tími í að búa til draumar sína með aðstoð mállíkana og aðrir nota afurðina í stafræði neyslu. Hversu mikið fer þá raunneysla niður? Þú ert þagfræðingurinn. Já, það veit það enginn í dag, sko. Nei.
og svo náttúrulega hefur þetta mikil áhrif á það hvernig samfélag munu byggjast upp til frambúðar. Þannig að þess vegna það sem ég segi sko að þetta hefur áhrif á hverju einasta stigi samfélagsins. Þetta hefur áhrif á okkar daglega líf bara út frá því hvernig við nálgumst okkar vinnu. Þetta mun hafa áhrif á það hvað við getum gert og hvernig við getum búið til hluti og okkar kreativiti eða okkar sköpun. Þú varst að lýsa í áðan, störf munu breytast og stór hluti þeirra starfa sem við höfum talið sjálfsögð, þau munu breytast og jafnvel hverfa. Þetta opnar á nýja möguleika fyrir lausn á vandamálum sem að við töldum að væru jafnvel óleysanleg. Þú talaðir að við hefum búið til ákveðna verkferla í okkar samfélögum til að leysa úr bæði ákveðningsmálum, leysa verkefni ríkisvaldsins og framvegis. Oft snýst það einhvers konar mat á gögnum og ferlum sem að í raun og veru þegar þú ert með alla forsendur bara hægt að meta á einn veg. Þannig að þú getur þá verið að taka þetta huglega út úr þessu mati sem þýðir að kerfið í heild sinni verður skilvirkara ef að það rétt forritað, ef að þetta rétt byggt. Og þegar maður fer og tekur hvert lagið af öðru utan að þessum ef við segja þetta lauk eða ávist eða þessum forbidden fruit kannski, þá áttar maður sig á því að þegar út með einhver sem hefur áhrif á hvert einasta svið í samfélagi, þá eitthvað risastórt að framgerast. Og það það sem heldur mér vakandi á kvöldin vegna þess að við sem störfum í háskólanum, við verðum, og það okkar skylda, að koma með lausnir á því hvernig við nýtum þessi mikilvægu tól. Ég held að menntun, siðfræði, heimspeki, gagnrýnin hugsun, þessi hluti háskólamenntunar að fá miklu stærra og þyngra vægi heldur en verið hefur í fortíðinni. Já, og ég bara svo ég segi það aftur fyrir hlustendur þessara þátta, þá þetta ekki endilega sett upp sem einhvers konar viðtal eða eitthvað, þetta meira bara ég að taka upp samtal við áhugavert fólk og ég nefnilega fæ stundum fekk í gær bara eitthvað, þú talaðir of mikið og ég en við vorum samt bara að tala saman, já þegar ég skoða það, þá það kannski alltaf lagi. En ég að spáði hvort ég megi svona aðeins sjá hvernig ég sé þetta núna frá mínum bæðadyrum og bara aðeins að gera upp svona fyrsta ársfjórðung 26. Spennandi. Ég náttúrulega algjörlega í alveg ótrúlegri forréttindastöðu og þess vegna finnst mér bara ég byrja að skylda til þess að taka upp þessa þætti, til þess að segja frá því sem ég að gera, þannig að aðrir geti byrjað að upplifa þetta og prófa að sjá fram. Það raun og veru kannski svona bara vegna þess að ég hef verið hérna undanfarið 1,5 ár og ég raun og veru, ég sagði það í gær ég hef örugglega búin að vinna svona 60-70 tíma vinnuvikur síðan ChatGPT kom út. Þetta hefur bara verið fjölskyldan, áhugamál, GPT eða gervigreindin og smíða. Og ég sagði og ég var að tala við einn í gær sem var að vinna og hann mjög flottur og brasís og var fullu og ég sagði já, þú ert í 4. bylgjunni. Ég í 3. bylgjunni, þú ert í 4. bylgjunni. Af því að þá var hann að gera það sem ég var að gera í síðasta kerfi hjá mér en ég komin einu aftan og mínir gæjar að gera það sem hann var að gera þarna. En maður hækkar alltaf í tign, þú skilur. Varðandi mér langar bara að kommenta á eitt, við þurfum ekkert að ræða það vegna þess að við getum rætt það þá bara í allan dag. En ég svo lengi sem að þessi verkfæri fá að vera, það eru fullt af einhverjum nefndum og hópum og einhverju hjá ríkinu sem störfum og eitthvað svona, en ég svo sannfærður það vegna þess að við erum búin að sjá það með loftslagsmálin, að þegar loftslagsmálin eru eingöngu nánast orðin pólitísk, ekki lengur vísindaleg, og þá hittist alltaf fólk á fjörur og flesti og kvittar undir eitthvað, allir eru sammála að þetta er slæmt og við viljum að gera svona, svo komur til fjörur og segir þetta gekk nú ekki vel hjá okkur. Þannig að ég er mjög fegin vegna þess að bara, að því að ég veit alveg að það er verið að fylgjast með þessu í ráðuneytunum, það eru stjórnvöld að fylgjast með þessu, en málið bara það eru allt og fáir sem eru á öldunni, það eru margir sem og það einar kannski svona áhyggjurnar sem ég hef að núna að
að komast inn og komast á stað að bara með hverju mánuðinu verður þetta flóknar og stærra. Varðandi menntun, þá held ég að sko, við erum alltaf farin að við erum alltaf bara sem samfélag að því ég held að þetta séu bara miklu stærri þetta sé bara miklu stærri samfélagsbreytingar heldur en þetta að ræða í einangruðu tilviki eins og skóla. Það er bara svona pínu, við erum bara svolítið að fara í það gamla farið okkar, að já, við þurfum alltaf að fylgjast bara með menntunarmálunum hérna. En þess vegna stendur í þessum bókaskrifum og þessum brasistundum er vegna þess að sko, hvað er menntun? Og ég og Kristján erum að svara þessu út frá því að segja bara, sko, menntun er í raun og veru bara sko, tímabil í lífi einstaklings. Það sem honum er ætlast til að þjálfast í þeirri hæfni og færni sem að gerir hann af sko nyttilegum borgara hið minnsta sko. Já, við getum sagt hið minnsta sko. Það er líka að segja að menntun sé ævilangt ferli. Já, en ég held líka og vegna þess að ég var alveg sammála þessu, ég er lifelong learner, ég er alltaf að læra, en ég held samt að við þurfum að hafa sko aðgreininguna skýrari, að þú hefur tíma sem manneskja og ég held að þetta sé sko skildu skólinn upp í 16 ára vegna þess að bara vegna þess að þegar ég var í grunnskóla þá var bara fullt af krökkum sem bara hættu í skóla eftir 10. bekk og fóru bara að vinna og komu svo bara inn í skólan einhvern tíðan seinna og þetta er bara mjög flott fólk sko ég held að þetta sé ekki algengt í dag orðið veistu það? Ekki á þann sama skala og við upplifðum sko, en ég held að sé yfir 95% nemenda sem að hefja nám í framhaldsskólum sko, en töluvert lægri prósentur sem líkur í sérstaklega innan rétt tíma. Þannig að við getum sagt að skóla, sko það að mennta einstakling til samfélagsins, þannig að við komum til að segja nýtur samfélagsþegni í einhverjum skilningi, að það er alveg til 19 ára aldur sem við höfum það í dag sko. Þannig að ég held að við þurfum þann tíma. Þetta er orðið það mikið og flókið verk og það var nú bara nýleg skýrsla að koma út eftir Ingvar og Lilju sem að var send til samtaka sveitarfélaga áskoranir í grunnskólamenntun og það kemur bara svo skýrt fram þessi umræða sem við erum búin að tala síðustu ára að álag uppeldis er alltaf að aukast meira og meira á skólana og samskipti við heimili eru erfið og þung á köflum og til að tala magnarann sem þú talaður áðan sko, veist, ef að börnin fá ekki tækifæri til þess að öðlast þekkingu til að nýta sér þessa tækni með réttum hætti þá erum við að búa til hávaða í framtíðin en ekki þekkingu. Það voru að búa til ætti. Já, þannig að við getum sagt í samfélagin gervigreinarinnar þá ætlum við bara að sko friða fyrstu 20 ára ævi fólks en sumir geta farið þeir 15 ára og farið bara og unnið eitthvað geta svo komið aftur seinna bara ef þeir eru ekki í stuði fyrir það og svo er lifelong learning alltaf en við ætlum bara að tryggja það að þessi bara til 20 ár það fái bara hver einasti íbúi sem fæðist 20 ár til þess að þjálfa sig að vera manneskja. Og svo getur við haldið áfram og þá farið í eitthvað meira sérnám og að því ég held líka að vera svona hyperspecialistar sko, sem eru alveg klikkað. Og og skólinn verður þá bara svona æfing í lífinu og þess vegna finnst mér oft svo, þegar eldri dóttir mín byrjaði í Naustaskóla, sem er opinn skóli, þá var ég bara alveg miður mín yfir þessu, ég held að þetta er hræðilegt. En ég er svo guðslifandi fegin núna. Og vegna þess að þau eru að búa til svona mikrosamfélag þarna inni þar sem eru miklu fleiri krakkar og eitthvað og þú veist og ég horfið bekkin hennar og bara hvernig krakkarnir eru og þú veist, þau eru alltaf út að leika sér og eitthvað og bekkinir saman þú veist, þau eru hringlast í bekkjónum og þú veist, henni líður bara vel í skólanum og finnst gaman í skólanum og mér finnst þau bara heldur við tölum alltaf svolítið niður kerfinu okkar sko, það er bara svona íslenska leiðin en og það er líka bara svo ótrúlega flinkum kennurum hana innan hús og ástæðan fyrir því að ég hef orðið minni áhyggjur að þessu er vegna þess að til dæmis kona mín
sem nú ekki hún hefur ekki mikinn áhuga á því að sökkva sér djúpt í tækni og ég hef ekki notað mikinn tíma til að kenna henni, heldur ég hef bara svona leiðbeint henni með hugmyndir og hvernig hún getur svona prófað sig áfram og það sem hún að gera alveg geggjað og þegar aðrir kennarar komast í þetta og þeir fara að nýta þetta, þá lagast þetta vegna þess að málið og ég veit ekki hvort að þú vegna þess að ég lengi búin að vita þetta en ég ekki lengi búin að átta mig á þessu sem með þessi þú veist að þessi stóru mállíkön þau hafa engin þjálfunargögn samfélag manna með aðgang að stóru mállíkönum. Þannig að ef að maður biður þau að útskýra fyrir sig hvernig verður þetta til 5 ára eða eitthvað, þá hefur hún hún hefur engin gögn. Ekki til þess að spá fyrir það, absolutt ekki, enda snýst fortíðina, Já. Það að segja, upplýsingarnar sem að mállíkönum hafa eru fortíðin, við erum ennþá sjálfa að búa til framtíðina. Og við erum bara rétt í þessu blikki stjörnunar, við erum á fyrstu mikrosekundunni í sögunni þegar þessi tækni kemur fram og auðvitað erum við í panikk og auðvitað erum við í uppnáð, við skiljum þetta ekki. Því við erum fyrsta kynslóð sem þarf að skilja þetta og þetta fyrst, vegna þess að þegar ég skildi þetta og svo þegar maður skildi líka með þekkingarstoppið, að þá bara svona, hérna eru komnir bara, hérna eru bara komnir 2 og þannig að þetta bara normaliserast. Þetta verður bara svona, þetta verður, og ég segi, ég ætla ekki að hafa undan því, þetta verður bumpy road, en ímyndaði bara, heyrðu, það er gríðarlega mikil, það er bara einhver sviftingar á atvinnumarkað á Íslandi, hvernig getur við reddað þessu? Þá kemur allt í einu bara Claude 7 eða eitthvað, og bara, heyrðu, þetta er ekkert mál, þið bara, gerir þetta svona og svona. Það sem ég held að sé vandamálið þarna, það er tímaskali. Flestar þær breytingar sem við höfum upplifað síðustu áratugina að gerast á skala þannig að við getum aðlagast tiltölulega hratt. Og ég hef nú stundum notað sögu frænda minni sem að byrjaði held ég upp á 1970 móðurbróðir minn. Minnir að það verið upp á 1970 sem hann byrjar að læra skriftvélavirkjun. Það er að segja að læra að búa til tannhjólinn og laga lyklaborðin á gamlum ásláttarritvélum. Og svo færist, og hann fær sveinspróf í því, í það minnsta, ef ekki meistarabréfinu, í það minnsta sveinspróf. Það færist síðan yfir í að hann lærir á rafrænar ritvélar og svo fer hann og lærir viðhald á tölvum og alltaf hann að vinna með þessar nýju tækjugræður sem eru að koma og í lokin starfsfélagsins var hann að stýra stórum offset prentilum. Allan tíman var hann að vinna við vélar sem að byggu til skjöl. Hann var í raun og veru að veita sömu grunnþjónustuna. En hann gat þjálfa sig í starfi allan tíman á sama skapi til þess að geta þá sinnt og nýjum tækjum og nýjum tólum. Þetta gerðist á sirka 40 árum, þetta ferli hjá hann. Ég óttast að þær breytingar sem við erum að horfa núna séu svo hraðar að við höfum ekki tíma til að endur mennta fólk. Ég hef ekki kannski miklar ágjur af unga fólkinu sem að fær rétt tækifæri til að nýta tólin og tækin til að efla sig og þau munum bara gera það sjálf. Settu iPad fyrir framan 2 ára gamalt barn og það er alveg ótrúlegt að sjá hvað barnið er fljótt að finna leiðina að efninu sem það vill sjá á iPadinu. Algjörlega magnað að horfa á það þegar svoleiðislega gerist. En okkar hópur, fólk sem fætt á árunum 1970 cirka til 1990, kannski 1960-1990, en eiginlega meira 1970-1990. Þessi kynslóð, hún gæti bara orðið atvinnulaus, það sem eftir starfsæfinir. Það mun skapa samfélagslegan óstöðuleika sem að við kannski ráðum bara ekkert við í kjölfarið á loftslagsbreytingum og í kjölfarið á geopólitískum breytingum sem að mögulega eru síðan að hluta til tengda loftslagsbreytingunum sjálf
í kjölfarið á þeirri, ef að segja, gjörbyltingu sem við erum að sjá í samskiptum vestrænna ríkja og stórveldana. Þannig að þetta kemur ofan á þá óvissu. Þarna óttinn. Þetta getur orðið erfitt. Já, og ég ætla ekki að skafunda því að þetta gæti orðið erfitt, en núna er ég til dæmis, ég er alveg sannfærður það að ég mun aldrei vinna hefðbundin vinnudag aftur. Einfaldlega bara vegna þess að ég tek svona á morgnana fyrir yfir og ég vinn langa daga, jú, en á löngum pörtum á þessum dögum, þá er bara allar viftur í gangi og það er bara stafræna vinnuaflið mitt er bara að í framleiðsluferlinu og þá er best fyrir mig að fara út í göngutúra í golf eða sundi eða gera eitthvað, því að þar fæ ég hugmyndirnar og ég vonast þess að geta fjölga þeim tímum vegna þess að það eru verðmætin sem ég skapa, verðmætin sem ég skapa verða til í haustnum á mér þegar ég er ekki við tölvuna. Já. Og það er líka þjálfunin og ég og Pétur vorum að tala um það í gær, að við þurfum að, skólar eiga að vera umhverfið það sem að fólki líður vel og það fær að, þetta eru líkamsrætt, þetta eru líkams og andlegar ræktunarstöðvar, að því að fólki sem er líður vel, það fær góðar hugmyndir til að gera góða hluti. Já. Og líka vegna þess að mér langar aðeins að adressa þetta með vinnu. Vegna þess að við erum núna í vinnutísku sem að byrjar þarna á 10. áratug síðustu aldar þegar tölvurnar komin á skrifstofunar. Veistu af hverju það stendur ekki í starfslýsingu hjá neinum starfsmanni? Ég hef ekki fundið neitt, ég er búin að spyrja marga. Vinnuaðstaðan þín er þú situr hér framan tölvu í 8 klukkstundir. Og bara ef einhverju með þetta í starfslýsingun sinni, maður senda mér þetta vegna þess að ef þetta myndi standa þarna þá myndi vonandi skriffinnska ríkisins virka og eitthvað eftirlit myndi bara segja nei, heyrðu, þetta má ekki. Nei, það er starfið krefst ekki þess að þú situr fyrir saman tölvu í 8 klukkutíma, heldur notar þú tölvuna til úrlausna þeirra verkefni sem eru falið. Í 8 klukkutíma? Í 8 klukkutíma, já, eða lengur. Og enginn sem að síðan fylgir því eftir hvernig þú vinnur starfið þannig. Þetta er áhugaverð sýn á þetta og ef að þú getur látið gervigreind að vinna verkefni fyrir þú sinnt leikvömmin á meðan þá erum við betri heimi. Því miður held ég að það muni ekki gerast þannig og þetta muni frekar gerast þannig að þau sem að tileinka sér tæknina munu afkasta meiru og halda áfram að sitja 8, 10, 12 tíma fyrir framan tölvuna og hinn sem að ekki ná að tileinka sér tæknina, þau verða eftir og verða hluti af þessum hópi sem að ekki hefur á tækifæri til þess að nýta tæknina sér til framdráttar og til að bæta sitt líf. Ég er fæddur 1968, er svo heppinn að ég get heilsa og annað leyfir að innan 10 ára get ég verið komin á eftirlaun. Ég hlakka gríðarlega mikið til þess tíma því að þá er ég komin á borgaralaun eins og ég vil kalla það. Ég fæ tekjur bara fyrir það að vera til, að mínar uppsöfnuðu sparifé, en ég get gert hvað sem sýnist. Og með gervigreindina sem tól hef ég minn Minecraft innan gæsalappa til að skapa það sem ég langar til að skapa. Ég raun og veru þegar ég tala þetta get ég ekki beðið eftir að komast á þennan stað. Og þá kemur þessi fræga spurning með þessu mikla framleiðinni aukning sem að stóru mállíkunin og í framhaldi alvöru gervigreind og sjálfvirknivæðing sem stóra breyting sem að hún lofar mun hún verða notuð til þess að gera borgaralaun aðgengilegri fyrir þennan hóp sem að mun tapa. Og hér getum við lært af 20. öldinni. Stór hluti af því sem er að gerast í Bandaríkjunum gerist vegna þess að það verða mikla breytingar í kjölfar alþjóðavæðingarinnar, globalization, þar sem að efnaðislega árangurinn af alþjóðavæðingunni dreifist mjög mismunandi innan Bandaríkjunum.
Breiðbeltið þið fræga sem kaus Trump á þing tapaði gríðarlega í tekjum inn á sitt svæði og fólk tapaði góðum störfum, eða velaunuðum störfum, ég vil segja að það góð störf persónulega, en fólk tapaði velaunuðum störfum, samfélaginu brotna niður og að sjálfsögðu vill fólk fá sitt gamla tilbaka. Þegar einhver kemur og síðan lofar því að þá skiptir einhver máli hvað annað fylgir í farteskinu, af því að það lofur að fá það gamla tilbaka. Ef að Bandaríkin hefði verið meira velferðaríki eins og Skandinavísku-löndin, kannski möguleiki á að það hefði ekki gerst það sem gerast í Bandaríkjunum í dag. Eru þannig kannski bara með skýrt dæmi í sögunum það hvað við þurfum að gera nú þegar þessi tæknibreyting augljós. Við getum ekki leyft þeim hagnaði sem myndast af þessari tæknibreytingu að dreifast á örfáar hendur. Hann verður að fá að dreifast víðar. Öðrum kosti erum við með samfélag sem finnur. Ég veit það ekki. Minnst það aftur, margt sem heldur með vakandi á kvöld. Já, sko, ég veit ekki hvort þú hafði hlustað á þáttinn sem ég tók við Jónatan Sólon. Ég þarf alveg að heyra aftur í honum, við þurfum að heyrast aftur. Af því hann er að skrifa, að vinna doktorsverkefni sitt í háskólanum í Linz og er að skrifa frelsi frá vinnu, frelsi til að vinna. Vegna þess að, sko, ég nú starfaði hjá stéttarfélögum og vinnuréttarsamband í dag er mjög ójafnt og þegar þú kemur svona inn á stærri vinkilinn eins og með borgarlaun og þá skrifaði ég blogg í fyrra og ég er búin að uppfæra það einu sinni vegna þess að borgarlaun munu koma og einhverju leyti eru þau komin en þau mun aldrei fá stimpilinn borgarlaun. Nei. Og ég leik mér úr stundum að því sko og alls sko þetta ekki verið að tekið sem jú, fólk má alveg móðgast yfir þessu eða eitthvað. En ég segi svona að þú veist fólk er með 36 tíma vinnuskyldu í viku hjá ríkinu. Hversu margir eru iðnir þessa 36 klukktíma? Vegna þess að ef þú ert ekki iðin á þessum tímum framleiða eitthvað eða gera eitthvað þá ertu á borgarlaunum. Þannig að þú fær borgar á samfélaginu. Þannig að sko en vegna þess að við erum að tala um menntun og ég er að tala um stærri myndina og sko vegna þess að það versta sem getur gerst og ég hugsaði þessu þetta eftir spjalli við Jónatan Sólon og ég var bara svona hvað, damn það er búið að svindla á okkur og svo er búið að útrýma möguleikum okkar að ræða það vegna þess að þá erum við kallrembur. Það er bara stærstu svik 20. aldarinnar var þegar konan kemur hún á vinnumarkaðin. Ekki vegna þess að konur átti ekki að koma á vinnumarkaðin. Það er með að vinna bara við það sem er vilja, sko. Heldur að það þurfti að það var ein fyrirvinna sem sá fyrir heimili. Og síðan alltaf ef að konan fær út á vinnumarkaðin, þá alltaf ætti bara að koma 2 sinnum meiri tekjur inn og allir hefðu það bara ansið fínt, sko. Það varð ekki raunin. Heldur bara flattist þetta út og breyttist yfir það að vera, það þyrfti sér 2 einstaklinga til að vinna fulla vinnu til að halda út til heimili. Og síðan það væri raun og veru sko það var ekki valkostur upp á það að eiga þá stærra húsnæði geta verið með meiri neyslu og svo framvegis heldur var það normið. Það er bara normið, það er bara kapitalíska normið að það er bara einhvern veginn, maður finnst þetta sko og gerast og þannig að þegar ég heyri svona með vinnu og venda vinnu og eitthvað svona og venda vinnu vegna þess að ef við ætlum að horfa á samfélag okkar og það samfélag sem að börnin okkar er að alast upp í og kvíðan og þetta, börnin okkar sko, ég skil ótrúlega vel vegna að þessu kvíðin vegna þess að sko, ég vissi ekki hvað mangó var fyrir en ég var 20 sko. Þessi krakkar eru bara með heiminn í ég er ofta að velta fyrir mér sko, getum að sko, mælt hversu fróður einstaklingur er í dag sem er 10 ára eða hversu ég var fróður þegar ég var 10 ára. Vegna þess að ég held að þetta sé bara mælikvarði sem enginn hefur spáð mikið í, sko. Það var margir spáð mikið í þessu með tilliti til uppsafnaða þekkingar og fleira og við vitum öll sömulega að við erum væntanlega sko á til dæmis sviðinu að komast af í náttúrunni töluvert langt á eftir þeim sem voru uppi á 16. öld. Við höfum tapað þeim eiginleika að lifa af í náttúrunni sjálf en við höfum öðlast þann eiginleika að geta unnið í stærri og flóknari samfélögum og tekið þátt í þeim þannig að
þetta ekki bara spurning magnið, þetta líka spurning gæðin í eða færnina sem slíka, sko. Bara svo ég klári það, því að pönslanið eftir. Já, ok. Að mínu mati, þá það besta sem við getum gert fyrir fólkið sem á þessum 20 árum til að þjálfa sig að vera manneskjur, að við séum líka samfélag þar sem foreldrar eða forráðamenn eða sá aðili sem að ala þessa einstaklinga upp, að hann hafi tækifæri til að gangast að fullu við því hlutverki og hann sé ekki á vinnumarkaði sem brennir hann út vegna þess að það sem að gerast núna og ég sagði þetta, ég bara í vinnur minni hérna, þá ég búin að segja það bara frá fyrsta fundi. Ég sagði bara, við þurfum alltaf að hugsa tíman sem skapast ef eitthvað sparast. Vegna þess að sko fullkomin sjálfvirkni hilling, sko, svolítið, þú veist, það eilífðarvilin. Það þarf alltaf einhver manneski að vera einhvers staðar til að íta ykkur áfram eða eitthvað. Já. Og ímyndaðir og vegna þess að sko framleiðinni mæling í þekkingarstörfum í dag tími. Já. Og mér finnst sko, mér svo glatað að lesa og heyra og svo gera ég þetta sjálfur, sko, maður að borga sjálfur fyrir þjónustur. Þannig að fólk bara að borga sjálft fyrir þjónustur og þess að bara vinna vinnunum sína 10 sinnum hraðar og kannski 5 sinnum betur eða eitthvað. Og það fær ekkert í umslagið, akkurat út af því sem gerist í Bandaríkjunum, að með Glass-Steagall, að því að það var 90% skattur á hagna fyrirtæki í Bandaríkjunum. Þess að það fekk Chevy Chase bónusinn í Christmas Vacation, að því að fyrirtæki þurfti alltaf að eyða útöllum hagnanum áramótin. Áramótin, já. Og þess vegna í rannsókninni minn og ritgerðinni þá sko klikkaðasti mælikvarðin þar var sko árið 1980 þá voru sko 4 að 5 billjónamæringar í Bandaríkjunum. Old money, oil tycoon eitthvað, vilda vestrið. Engin í Evrópu. Það bara vegna þess að, þú veist, samsafn auðs var ekki eins og hún í dag. Það var kúplað á milli framleiðinni fyrirtækis eða framleiðinni ríkis og hagsmuna borgarinnar. Núna það ekki þannig, sko. Heldur þetta bara mæling, þú fær bara 1 milljón fyrir tíma, en við vitum ekki alveg hvað mikið inn í þessum tíma þú átt að gera, sko. Þannig að ef þú átt að byrja 100 fiskikassa þegar þú byrjaðir, svo ertu allt í einu komin í svona exoskeleton og getur bara borið 1000 kassa og svo ertu veikur í 3 daga eða eitthvað og svo kemur það í vinnuna og þá býða þenn ekki 300 kassar, heldur bara 3000 kassar, sko. Mér finnst þetta svo áhugavert svona hagfræði pælingar vegna þess að því að, þú veist, ég held að við séum, þú veist, en þetta mun ekki einhvern veginn, þetta mun aldrei einhvern veginn að því að tíminn bara heldur áfram. Þannig að þetta verður bara eitthvað svona holóttu vegur og hlykkjóttur og eitthvað. En mér er svo gaman einhvern veginn að heyra hvernig þú ert að sjá þetta, því þú ert með þessa hagfræði skilningi sem ég hef bara ekki, sko. Já, og sko, hagkerfi mannkyns hafa í raun og veru ótrúlega sterk undirliggjandi hagkerfin þó að kerfi siðmenningar hafi yfirleitt aldrei náð að lifa af mikið meira en 1000 til 2000 ár. Það að segja, við erum enn þann dag í dag að nota grundvallar jafnvel innviði en grundvallar reglur sem að Rómverjar nota og Rómverjar fundu það ekki endilega upp heldur notuðu það frá öðrum samfélögum og tóku það besta úr þeim samfélögum og byggðu upp sín kerfi, svo sem eins og eignarréttinn og verndun hans og svo framötu göttunum. Jús frúkturs. Já, og emitt og fyrir utan tæknin og annars slíkt. En yfirleitt hafa allar þessar breytingar gerst á skala sem að mannsheilinn ræður við. Þegar að breytingar eru það snöggar og miklar að fólk nær ekki aðlagast og samfélag ná ekki aðlagast, þá yfirleitt deyr það samfélag út, oftast frekar hægt. Og oftast það hægt að jafnvel sá sem að taka þátt í dauðategin þess samfélags áttar sig kannski ekki alveg á því að veit að það var kannski betri gamla en heldur það verið jafnvel bara betra hjá næstu kynslóðin en svo verður það bara alltaf smátt og smátt verra og þetta deyr. Hjá okkur núna getum við raunverulega hort fram á að heil kynslóð ná ekki utan efnahagsinn. Það þýðir skuldakrísu, það þýðir tekjukrísu, það þýðir atvinnuleysi á skala sem var ekki einu sinni 1929 til 32 sko.
og við vitum alveg hvað gerðist í kjölfar þeirra samfélagsbreytinga og þá bara risastóra spurningin í dag, þetta bara dómsdagsspá sem að á svarsin og mun ekkert gerast, eða verðum við að rýna í grundvallar reglur samfélagsins og vera vissum að þau samfélag sem eru til staðar geti aðstoðað við þessa transition af því að skali samfélagsins stærri og lengri heldur en skali einstaklingsins. En einstaklingar, ef að nógu margir einstaklingar tapa öllu sínum, þá erum við með bara hefðbundin grunn fyrir byltingu. Já, það nú setjumst við að rökstóla að vegna þess að ritgerðin mín hún endaði nokkurn veginn svolítið svona og ég talaði þetta velviljaða búr sem við getum búið okkur til og þetta svo einhvern veginn alltaf dettur mann eitthvað í hug og heldur áfram og ég vann talsveit með efni frá Yannis Varoufakis í ritgerðinni minni og raun og veru lagðist ég í ársreikninga Microsoft og AWS eða semst Amazon og Google og skoðaði þetta og í raun og veru að því ég skoðaði tæknimál 2015 líka í lögfræðinni og þá bara svona, heyrðu, ok, búm, við sjáum þá var ég var á sama laug, ég var bara ennþá að flysja utan af kjarnanum, þannig að ég kem bara aftur í meistaranám nokkrum árum síðan, og þá loksins gæti ég fundið kjarnan og vegna þess að það sem er svo merkilegt er að og ég, má ég fara yfir nokkra svona punkta í sögunni sem ég held að skipti rosalega miklu máli fyrir þetta samtal. Og mér langar að taka þetta í svona 2 þrepum. Það er annars vegar eitthvað sem gerist hægt þegar við soðnum eins og froskar og svo aftur á móti þegar okkur sparkaði gírinn, Þegar við soðnum eins og froskar, það er að því þetta samtal fólks, ég googla ekki þegar ég í hlaðvarpinu eða nota AI eða neitt svoleiðis, þannig ég verð bara að reyna að muna þetta. Þetta er PICO eða PITCO verkfall flugumferðarstjóra í Bandaríkjunum 1984 held ég, 2 eða 4. Cirka bát, já. 13.000 eða 14.000 flugumferðarstjóra fara í verkfall og Ronald Reagan fyrsti svona alvöru fulltrúi nýfrjálshyggju kapitalismans í Hvítahúsinu segir við þið hafið 2 daga til að koma ykkur í vinnuna, annars verðið þið reknir og bannaðir frá opinberum störfum. Og fjandakotni, hann stóð við það. Nei. Og þar með fjarlægði hann eina valdablokk, eina samfélagsstóð sem var þangað til hafði verið bara eins og þrískipting ríkisvalds. Vegna þess að stéttarfélögin, samtök launafólks, eftir byltingarnar voru raunveruleg þetta voru bara raunverulegi máttastólpar í samfélaginu, en þarna beitir hann þá bara ofbeldi sem að Margaret Thatcher eltir svo uppi í Bretlandi og úr verður þessi fullkomni sturlun þegar menn eru bara að reyna að skjóta sér til Mars, af því að þeir eru búin að hakka kerfið og það er það sem við gerum, það er það sem manneska gerir, við optimæsum kerfið þangað til að það eyðileggur sig og heimspekingur John McMurtry í The Cancer State of Capitalism sem ég notaði, hann skrifar hann í 99 og þannig að ég held að svo hagfræði sem að við erum að ræða og sá markaður sem að við teljum okkur vera á þess vegna heitir ritgerðin mín Beyond Fragmentation, ekki Nearing Fragmentation eða eitthvað, að ég held nefnilega að þetta sé búið og við séum í raun og veru bara í ákveðinu leikritið undir þessu vegna þess að þegar Páfagarður er farin að borga til AWS eða einhverja og starfsemi Páfagarðs er háð því að þessi tengdir við internetið. Samningurinn sem er gerður við Microsoft hjá Íslandi 2018, við förum nú að fara að vinda ofan á honum fljótlega, það verður bara gert, að þá förum við að safna öllum gögnum aftur inn í landið og fá stjórn á öllum okkar gögnum, að því að núna er það vesen fyrir að vera með það vendor, þessa byrgjalæsingu hjá Microsoft. Ríkið munu eyða því upp og Microsoft og þessi stórfyrirtæki sem að munu síðan bjóða upp á upplýsingaverksmiðjunar. Að það sem við erum að gera hér vegna þess að hagur þeirra verður í því að fá góðar upplýsingar inn í módelin sín og þá er best fyrir þau að leyfa þessu fólki að líða vel. Þannig að það er hagur stórfyrirtækjana að fólkinu líði vel.
Þannig að ef það gerist eitthvað svona brjálæðislegt eitthvað, þá munu stórfyrirtækin allt í einu bara holdgera hlutverk sitt sem einhvers konar svona supranational eitthvað sem við vitum ekki hvað ennþá, sem að hefur engin landamæri og vegna þess að við sjáum voltsendlan og við sjáum þetta við erum bara froskurinn af því að svo horfum við til tveggja atburða sem að mér finnst líka skipta gríðarlega miklu máli, en þeir eru allt öðru meiði og þeir oft tryggera þetta, það er það sem kveikir á suðunni. Í fyrsta lagi þá er það kjarnorkusprengjan á Hiroshima. Vegna þess að mannkyn eftir kjarnorkusprengju er ekki mannkyn sem er á undan kjarnorkusprengju, af því að mannkyn á undan kjarnorkusprengju þurfti ekki að hafa áhyggjur það að það geti útrýmt sér. Nei. Svo hugmynd var ekki til. Eða sko, ekki glóbalt. Nei, það var bara þetta var bara guð. Þetta var bara já. En það var nú samt sem að svo hugmyndafræði komin að þú getur skast útrýmt hópum, skast útrýmt samfélögum og eyðilagt samfélög en ekki mannkyni, það er rétt. Ekki heilsinni. Við erum ekkert grimmari við það að fá kjarnorkusprengju, við erum bara hræddari. Og hræddur maður er ekkert góður maður. Það er ekki besta útgáfa. Nei. Það er gríðarlega breytingar. En hins vegar kemur þessi samfélagsstemming að það kveikt undir pottinum, góðu gæðir unnu og það verður bara svona blómaskeið, sko. Svo fyrir að fjara undan því með Vietnam og öllu þessu og síðan gerist Pitco. Og það sem gerist þar er að það verður allt vittlust. Það verða gríðarlega mikil ólga bara innan ríkja út af bara mikið af verkföllum og bara stéttarfélögin að berjast fyrir sínu og allt í klæsi. Svo falla Sovjetríkin. Já. Bara einni nóttu, falla Sovjetríkin, gerir eitthvað svona hnykkur og þá gleymum við öllu þessu með stéttarfélögin því það verður aftur bara svona, góðu gæðir unnu. Og mér er svo gaman að hlusta á Nixon í viðtalið þar á YouTube, þá segir Nixon, sem ég held að það hefði verið skúrkur, og þá hugsaði Abraham Lincoln, sko, ef ég þekki því, ef mér líkar illa við það er ekki bara að kynnast þér betur. Nixon segir í viðtalið bara, það verður bara að dæla peningum og stuðningi inn í fyrrverandi Sovjetríkin, vegna þess að annars bara mun þetta aftur svona, safnast á forramanna hendur og aftur kemur einræðisherra og þeir munu halla sér í austur. Og maður bara hvað maður er skegn. Svo heldur þetta áfram og 10. áratugurinn og iPadin, nei, við erum ekki komin þangað, GSM-símarnir og þetta dót. Og sko, ég áttaði mig ekki á þessu bara fyrir að varða einhvern veginn bara kristaltært fyrir mér, sko, vegna þess að ég elst upp í og byggi upp mitt líf í skugganum og 11. september. Það bara gjörbreytist allt 11. september, sko. Þetta er bara svona fullkomnun, sko, á öryggis, að því að við erum hrædd og svo er þetta er mesta ílskan, sko, bara á þessu sekundubroti, sko. Og við samþykjum gríðarleg völd til ríkja. Þannig að, sko, réttarheimspekingar, sko, svo maður reyna að setja þetta í samræmi við einhverja réttarheimspeki sem H.L.A. Hart skrifaði fyrir 300 árum, sko. Hann vissi ekki að við erum iPad, sko. Þó hann hafi reynt að semja lög í myrkri, sko. Hann vissi ekki, hann hefði ekki dottið þau. En þannig að, sko, ég sef vel á nóttunni vegna þess að ég held að þessi tækni, að ef að nógu mikið af fólki eins og ég og þú og fleiri láta sig þessa tækni varða og reyna að leysa raunveruleg vandamál bara, og þetta bara stofna einhvern bara svona taskhóp. Það er bara fólk sem bara fer á milli stað og leysir vandamál með hjálp gervigreindar og skilur svo bara eftir sig eitthvað sjálfbært samfélag eða sjálfbæra eitthvað og við bara svona bara tínum við upp og svo finnum við bara út hitt á meðan, sko. Það er möguleik að það myndi ná utan að og verðst nú að lýsa einu af mínu upp á nýsköpunarverkefni sem mér hefur aldrei tekist að komast á koppin en það var einmitt verkefni þar sem að fyrirtækið er hópur sem vinnur mjög vel saman og tekur að sér hvaða verkefni sem er.
Ég hafði ekki kveikt á perunni bara fyrir þú segir þetta með tilkomu stóru mállíkana, þá þessu hugmynd raunhæfari en ella. Af því að þegar ég var að hugsa þetta fyrir 10 árum síðan, sko, þá hugsaði mér, hvernig var ekki að stofna, sko, að því að starfsánægja og fyrirtækja menning og hvernig fyrirtæki fungerar bara fólkið. Og svo getur verið vandarsamt að finna rétta fólki til að sinna réttu verkefnum með réttu þekkinguna. En hvað ef þú bara stofnar fyrirtæki sem snýst ekkert annað heldur en bara að fá fólk sem vinnur vel saman og það vinnur saman í öllu saman, hvort það skúrar gólf eða byggir kofa eða byggir til forrit eða byggir hús eða stjórnar landi. Þetta bara fólk sem vinnur alltaf vel saman og á vel saman. Getur ekki slíkt ágjafa fyrirtæki orðið vinsælt því það myndi alltaf skila góðri niðurstöðu. Ætti að vera konseptið. Með tilkomi gervigreininga þá getur svona hugmynd gengið upp. Já, og hvað þarf fólk að baki svona fyrirtæki að hafa? Bara að gengja á tólum og svo þarf það að hafa grunnþekkingin að skilja hvernig það beitir þessum tólum við að leysa vandamál. Og það það sem við vorum að tala bara áðan með menntun. Það verður að hafa ákveðin mjög sterkan grunn í gagnrýnu hugsun og sterkan sköpunarkraft og sterkan kraft til að koma að þessu öllu saman framfæri. Og þetta sko þarna finnst mér að sko fangað eldinguna aðeins í flöskuna sko. Og geti gerst sko að þú farir að sko ekki að sofa af áhyggjum vegna þess að þú ert að sofa sko og þú ert með svo mikið af hugmyndum og þú veist sko og þú ert bara að velja úr hugmyndinni bara hvað langar að framkvæma. Nákvæmlega. Og það orðið, sko, það það sem ég að upplifa og ég hef bara sagt þegar Opus 4.8 kom í síðustu viku, hann var svona eins og hornsteinn í kerfið mitt. Það var bara svona, eiginlega svona frá nóvember, þá hefur komið svona uppfærsla og geta hann aukist 1 þrep. Og alltaf hefur maður svona uppfært allt kerfið sitt og svo kemst maður að því hvað þetta kemst langt. Og það sem ég segja ég sé í 3. bylgju, að því sko fyrsta bylgjan alltaf bara einhvern veginn inn í þessum stóru fyrirtækjum sem að þróa þetta allt saman og svo önnur bylgja sem þú veist, bara einhverju vélmenni, einhverju gæjar og stelpur sem og bara alls konar fólk sem bara gera eitthvað með þessu sem bara maður skilur ekkert og þú veist, og þetta líka sko svona þetta fólk sem að fer út úr fyrirtækjunum þegar kemur uppfærsla. Þau ekki tekið eftir, aftur að kemur uppfærsla, þá segir einhver upp og skrifar bara einhvern með það bara, ég farin bara í flutt út í frumsko, þetta búið og svo kemur önnur bylgjan og það þú veist, einhver bara svona, þetta eins og tölvuleikur, mér finnst þetta eins og tölvuleikur, sko, þeir eru fyrstir sem að klára endakallin innan fyrirtækjana, svo eru næst, það einhverju atvinnumenn sem eru bara með giftið, sko, og svo eru við svona risa einhvern svona sem að elta þessa tvo og við finnum líka upp eitthvað svona nýtt í leiðinu og eitthvað svona, og svo, þú veist, svona triklar þetta pínu niður og svo alltaf það kemur nýtt uppfærsla að þá hækkar, þá óþekkt mörkin eins og til dæmis í umsýslu á svona erindrekakerfum. Og allt í einu það bara Opus 4.8 kemur og þannig að þú veist og þá ótrúlegt að hugsa sko rýmið mitt til hugmynda stýrist núna af hversu stórt pláss ég að leigja í gagnaverum sko. Að því að sko makkinn minn, ég þarf að hafa stundum að hafa borðviftu á honum vegna þess að þá ég að láta makka minn og stóru AI-vélina sem sko með einu 5090 og einu 4090 korti vegna þess að nýju módelin, sérstaklega 4.8 Opus og 4.7. Maður segir bara, við erum með lokal módel, ef það eru verkþættir sem við getum gert á þeim, þá sinnir þeim þar. Ég ætla ekki að vera að borga token eða nota dýra API. Heldur ef þú getur látið minna módel sjá þennan verkþátt og ég segi þeim líka bara, byrja þú að prófa þetta, lærðu verkið og þjálfaðu svo annað módel í þessu. Ég nenni því ekki. Og þannig nefnilega sko, og þegar ég hanna kerfi, það eitt nefnilega skemmtilegt við umhverfismálin, að umhverfisvænt AI-kerfi, það líka árangursríkt og fjárhagslega ábyrgt. Já, en kannski bara, það sem að lýsa er kannski þá ennþá frekar í áttina því að þau sem að kunna þetta hafa tækifæri til þess að skapa hluti með algjörlega nýjum
og gjörbreyttum hætti og ef við getum tekið meira af vinslunum til okkar lókalt, þá náttúrulega breytir það svolítið þessari mynd það hver tekjurnar dreifast. Af því að þá varstu ekki að borga jafn mikið til stóru aðilum og svo framvegis, þannig að ef að milljónir gera þetta, þá hefur það vissulega áhrif. Og það gott að heyra að þú sért þetta bjartsýn og að þetta geti gert. En sko, ég hef ekki að trúa þér á að það sé nægilega stór hluti sem að getur tileinkað sér þetta með þessum hætti á þeim stutta tíma sem breytingin verður. Sko. Og þá það spurningin, þetta eina af þessum mörgu breytingum sem fórst yfir áðan, að samfélagið mun aðlagast, við höfum aðlagast öllum þessum áföllum sem við fórst yfir að því við höfum tími í það. Við vísu getum við alveg þrætt það og sagt að við sem enn aðlagast hruni Sovétríkjanna í ljósi þess sem að gerast í Úkraínu og hvernig Rússland fór út af vegi til lýðræðis og yfir eða hélt áfram á vegi einræðis, sko. Það bara það sem Nixon spáði, bara nákvæmlega sem Nixon spáir. Já, þá bara spurningin, sko, þetta gluggi sem kannski 10-20 ár, ef við komumst óhullt gegnum þann glugga, þá bjart handan hans, en ef við komumst í gegnum þau göng og sjáum ljós við endara göngunum og þá bjart þar fyrir handan. Eða munu þessi göng hrynja ofan á okkur og mannkynið mun bara einfaldlega fara á einhvern skrítinn stað sem við höfum ekki séð aldir, sko. Þannig að þetta, og það eiginlega það sem maður vill náttúrulega forðast, maður vill forðast hrun þess samfélag sem að stendur undir þessari tækni allir saman í dag og stendur undir efnahagskerfum heimsins í dag. En mannkynið mun að sjálfs ekki þurrkast útskilur. Ég meina, Afrika tekur bara yfir, það bara þannig. Nei, sko, það sem ég held, Eyjólfur, að sko, og þetta bara svona, þess vegna sitt ég grjót í bakpokan minn og ég kaupi mér golfkylfur sem nánast ómögulegt að slá með, þannig að ég bara með svona suð í höndunum alltaf. Því ég einhvern veginn að sko bara nota verkfræði til að bæta flækjustíði við líf mitt vegna þess að sko þar sem ég áttaði með einhvern veginn á að bara þessi pláneta, hún getur orðið bara einhvers konar edengarður sko. En við erum bara í öskustónni af nýfrjálshyggju kapítalismanum sem bara svona gekk bara eins og sinu eldur í gegnum. En þetta það sem við þekkjum, hræddu lífverurnar sem við erum í samfélaginu sem við erum í dag. Við erum bara, þú veist, misskipting og þess vegna ég að segja sko að þetta snýst ekki tækni, þetta snýst allt stjórnsýslu og stjórnarhægi og það allt saman samskipti fólksins en sko catch-22 í öllu saman eða kannski kaldhæðnin eða ég veit ekki hvernig orða það en semst það er kapitalismin og frjálshyggjan sem hefur fært okkur þennan auð sem við höfum í dag samt sem áður, skilur. 100%. Ég bara algjörlega sammála. Algjörlega. En við erum bara að fulla nýtt hana. Það er stóra spurningin, sko. Þá verður þetta ennþá skemmtilegra í umræðinni því að ef svo að þá erum við farin að tala kenningar Karl Marx aftur sem talaði að kapitalismin að ganga sér til húðar áður en að raunverulega kommunismi geti tekið við, skilur. En sagan kennir okkur hins vegar að ef að hvatarnir eru í rangir í kerfinu þá ganga samfélagin ekki upp sko og þarna finnst mér við eiginlega standa frammi fyrir því að við eigum engin svör og var það ekki hann Ísraelski sem þú vitnaðir í áðan sem var einmitt núna með bókina 21. öldina ég kann aldrei að bera nafnið hans almennilega fram Jannis Grekkin Jannis Já, hann Jannis Varoufakis, það vandamálið. Að í bókinni sinni hann svör fyrir okkur sem eru hrædd á 21. öldinni sem nýlega komin út hjá honum. Að þá hann einmitt að tala þetta að við höfum haft þessa kapítalísku sögu til að segja okkur hvað rétta leiðin, en núna stöndum við bara einfaldlega frammi fyrir því að sögurnar
gangi ekki upp og við eigum einhver aðra sögur til að segja fólki. Og þar að leiðandi höfum við þetta divide á milli einstaklinga. Fólk rífst það hvað sé rétta sagan til framtíðar og enginn getur notað sögur úr fortíðinni að segja hvað framtíðin mun verða og þess vegna vill fólk bara fá tilbaka það sem var. Og aftur við erum á tímum mjög mikilla umbreytinga sem að það skiptir verulega miklu máli hvaða leiðtogar, hvers konar leiðtogar við höfum í heiminum til að stýra okkur í gegnum þetta og nú komum við inn á skemmtilegan punkt sem ágætt að gera þegar tíminn okkar að renna út. Þetta hefur að sjálfsögðu áhrif á það hvernig við ræðum mögulega ESB-aðild eða ekki. Því að ef við myndum ganga inn í ESB þá erum við að taka þátt í stjórnkerfi sem að byggir sig upp á mikilli stjórnsýslu, ströngu regluverki gagnvart neytendavernd og fleira, sumum finnst að vera of þungt regluverk og það dragi úr nýsköpun, á meðan aðrir benda á að þetta verndi neytendur og verndi hinn almenna borgara. ESB hefur tekist á við risastóru fyrirtækin og lagt þungar sektir fyrir brot á ýmsum lögum og reglugerðum. En að samanskapi getum við ekki hort framhjá því að öll þessi nýja tækni og öll þessar miklu umbreytingar að koma frá Silicon Valley í Bandaríkjunum. Þannig að hvernig ætlum við sem lítil þjóð í þessum flókna heimi að takast á við þessi verkefni? Viljum við gera það sem hluti af stærri heild eins og að ganga í ESB eða viljum við vera lítið eyland sem að enginn tekur eftir og við siglum þennan sjómilli skers og báru og sködduð? Mun gervigreind gera það verkum að við getum það frekar eða mun gervigreind gera það verkum að við getum það bara alls ekki og verðum þar leið að vera hluti af stærra samfélagi til frambúðar. Þetta finnst mér líka afskaplega spennandi. Já, sko, ég veit ekki hvert að þú ert mjög tímabundin, sko, en ég allavega ekki tímabundin. Ég frekar tímabundin. Hvað hefur 5 mínútur fyrir það? Nei, við höfum alveg 15 mínútur í viðbót. Já. Þá þurfum við kannski bara að taka umferð við það. Já, mögulega, sko, það getur verið. Það var ekki leiðilegt. Ég nefnilega held að, sko, þú veist, ég held nefnilega að alveg eins og nýfrjálshyggju kapitalismin, þá þessi, sko, Montevideo skilgreining á því hvað þjóðríki og hvað sjálfstætt ríki og annað eitthvað slíkt að ég held að við stöndum líka bara einhvern veginn svona í öskustónni á því og klórum okkur í kollinu hvað við erum að gera hérna, sko. Vegna þess að það bara eitthvað fólk sem bara fundum út allan heimi, bara sitja í einhverjum herbyggjum og horfa einhverja PowerPoint-glærur sjó, sko. Við þurfum að hætta því, sko. Og við þurfum að hætta þessu leikriti vegna þess að, sko, og ég var veitingastað daginn og ég fekk salat og þetta var bara svona ótrúlega flott salat, það var bara glænýtt á disknum hjá mér bara voru til, á Íslandi og ég hugsaði bara vá hvað ég því að bjúrókrasía, sko, skriffinska í raun og veru bara henni ætlumst til sem samfélag þá ætlustu til eins af bjúrókrasíu að hún lini og létti okkur þjáningar og svona þú veist komið vekk fyrir einhverjar hörmungar og auðvitað þá þurfum við að gangast við einhverjum svona sem einhverjum finnast, sko, hömlur á nýsköpun og eitthvað svona en það alveg ástæða fyrir því að, sko, þú veist, það búið að banna einhver svona efni sem eru bætt í matvæli og litarefni í einhver og eitthvað, svo þetta búið að heilan kassa M&M eitthvað, þú veist, snúa svona út úr, en þú veist, minnst ég bara, þú veist, Evrópusambandið í gegnum sína reglugerðir og gegnum sína tilskipanir þó að takist ekki alltaf fullkomlega til, þeir eru samt að reyna bara að auka öryggistilfinningu þeirra sem í Evrópusambandinu og svo náttúrulega, þú veist, þurfum við að átta okkur á því að, sko, samfélagi í dag það ekkert sama samfélag og við fögnuðum hérna 44 hérna og flaggaði heila stöng, sko. Þú veist, einfallega vegna þess að við erum í svona makroekonomískum heimi í dag, þar sem, þú veist, okkar vægi ekki endilega að fá eitthvað sæti á einhverjum fundi, sko. Heldur það bara, þú veist, raunverulega hvernig við sem gagna nóða í alþjóða dæminu sko, hvað að koma frá Íslandi eitthvað virði í því sem að koma frá Íslandi, getum við nýtt það og ég hef eiginlega enga sérstaklega áhyggjur af Íslandi vegna þess að bara þegar við föttum að orkan okkar verður bara
að við hefum bara nóga orku og þá getum við bara gert það ógeðslega gott hérna og ég stundum langar með að reikna og að því þú ert hagfræðingur, þá getur við kannski reikna hvað við þurfum að framleiða mörg megavött á ári per haus til að sjá bara fyrir, þannig að allir geti haft að bróksla næs og svo byggjum við bara sjálfvirka verksmiðjur til að framleiða einhverju íhluti úr álinu sem við framleiðum. Sko ég held ég verið að sýrkjaði með því að segja sko að þetta heildar magn orku sem við höfum ekkert svo rosalega stórt í stóra samhenginu. Þar af leiðandi myndi ég telja að þetta væri tæft, sérstaklega til framleiðslu á fýsísku vörum, en það gæti verið að á meðan að stóru fyrirtækin senda ekki bara gagnaverin út í geim, þá gæti verið að við með réttri skattlagningu á orkuna, þá gætum við staðið undir neyslu og þess samfélag sem við eigum í dag með sölu á aðgengi að okkar auðlindum, sko, með því að greitt sér rétt gjald fyrir það, sko. En sem komið er orkar það ódýr, sko, að við erum ekkert, við getum ekki alveg farið og sleppt taumunum af allri vinnu og bara notið ágóðans af því. Fyrir utan að það er áhugavert, því að við erum kannski byrjuð að gera þetta hluta til í þeim skilningi að það virðist vera sem svo að töluvert stór hluti af Íslendingum dvelji á suðrænum eyjum töluvert stóran hluta á hverju ári. Hvað myndi gerast ef að við hefðum raunverulega efna því að 90% af okkar fólki væri bara á borgarlínum? Myndi fólk fara? Ég myndi fara í janúar, febrúar og mars, sko. Ég myndi fara í janúar og febrúar. Ég kannski koma heim við jólin eða desember, janúar, og mér langar það í alvöru. En þetta búið alveg frábært samtal og það er svo margt sem við erum búin að kroppa eins í og margt sem við höfum opnað og vegna þess að þetta eru og mér finnst svona undanfarna vikur eins og þetta sé aðeins að svona aðeins að opnast meira og fólk sé aðeins svona farið að vera frjálsara með þetta og ég ætla að hrósa aftur forstjóranum hjá HSN sem ég var með svona smá hugviki fyrir það á morgunin, hann flytur 5 mínútna ræðu, hún var ótrúlega flott, skemmtileg, aðgengileg, upplýsandi, 5 mínútur og hann sagði, ég vissi hvað mér langaði að segja og eitthvað svona svolítið, notaði ég stórt mállíkan til þess að raða orðunum mínum og passa tíman og svona, bætti upplifun allra og ég sagði, ég bara þetta er frábært, ég hitti fyrir að hefur kannski komið og gert eitthvað grín eða eitthvað. Í fyrra hefur kannski bara ekki sagt frá því þetta. Hefur verið ógeðslega gott í fyrra en þú hefur bara ekki þoraði en þú hefur haldið að fólk bara þetta er bara eitthvað eigi að ræða maður. En núna bara var þetta bara partur af ræðinu og næsta ári þá þarf hann ekki að segja frá því vegna þess að þá verður þetta bara eðlilegt og þá getum við hætt að tala um gervigreind í háskólum af því að það eiga bara allir í háskólum að vera bara að nota þessa tækni til að finna lausnir á vandamálunum sem við erum að ræða af því að til hvers eru háskólar annars? Já, algjörlega sammála því. Það er ekki að láta fólk fara að finna blýjandi í próf, heldur segja bara, það er nóg af vandamálum sem við þurfum að takast á við og við þurfum bara fólk sem er með herstöfl á lausu til þess að vinna í þessum vandamálum, sko. Nei. En það við verðum að vera vissum að þau geti sjálfstætt greint vandamálin og greint hvort að lausnir séu raunhæfar eða ekki. Við getum hjálpaði með það. Já, bara engin spurning og það er það sem að háskólanir þurfa bara virkilega að stíga fram og ég hef alveg fulla trú á og að ef við leifum fólkinu okkar í háskólanum að vinna með þetta í sínum rannsóknum sem hluta af sinni kennslu að þá mun það skila sér mjög hratt. En ég hef bara, eins og við erum margóttan að koma á í þessu viðtali, ég hef ágjörð því að það gerist ennþá hraðar út á vinnumarkaðnum. Og þá er spurning hvort að við náum að taka þátt í því kapphlaupi. Það er það sem við þurfum að horfa til. Þess vegna þykir mér leitt að sjá hversu hægar innleiðingarnar er að ganga hjá háskólanum. Vegna þess að mér finnst þetta vannýtt auðlind í að leita lausna á þessum stóru vandamálum og þessum stóru áskorunum og ég veit að fyrir háskólakennara þá er þetta erfitt að gangi í gegnum þetta vegna þess að háskólamenntun hefur verið einhvers konar þekkingaþróun undir handleiðslu meistara í ákveðnum fögum og svo bara allt breytt en við erum öll hérna sko. Nemendur og kennarar eru bara og einhvern veginn þurfum við bara að segja við erum fyrsta kynslóðin sko. Við þurfum að sætta okkur við það þetta er eitthvað partí í gangi hérna við skulum bara reyna að vinna í þessu saman
Ekki þú verður að mæta í próf og skrifa með blýanti einhver forritunarkóða. Vegna þess að það mun aldrei gagnast þér aldrei. Ekki í þessu samhengi. Takk fyrir, Eyjólfur. Ef ekki að segja það sé bara góð loka orða, bara áskorun til háskólasamfélagsins að tryggja það við verðum leiðandi og virki þessari þróun. Það er engin önnur leið. Það er engin önnur leið. Takk, Eyjólfur. Takk hérlega fyrir. Bless. Þetta var Temjum tæknina. Þetta hlaðvarp á vegum Háskólans á Akureyri. Þær skoðanir og sjónarmið sem birtast í þættinum á ábyrgð þáttastjórnandans, Magnúsar Smára Smárassonar, á vegum kennslumiðstöðvar Háskólans á Akureyri. Takk fyrir að hlusta. Heyrumst í næsta þætti.